Fundarstjóri Tómar Ragnhildur og gestir, gott kvöld. Ég langar til að prófa eitt smá atriði. Getur þið gert að greiða þegar ég segi og takk undir. Það er andur. Shit, smá kraft. Come on. Það er sannlega, hvað er þetta? Ok, allir lagi. Þetta sé, þá meiri klappa. Nei, þið klappið ekki. Þau klappa. Ok, ég var enda aftur. Nei, sko, hendur. Ok, reynum það einu sinni í alveg. Ok, ég ætla einu sinni. Gleymum þessu. Frumvarandi Kvennahússins Reykjavíkur í ár Björn Rafn Gunnarsson! Meðmælandi í ár Baldur Eiríksson! Stúdíusmaðurinn Viktor Orri Valgarðsson! Viktor tannmaður, valgarður og velmerkur. Hann hugsar stórt og ávallt djúpt. Hann sendir F á heim til sín. Samrunni miðstjóri í Kvennahússins Reykjavíkur Garðar Þór Þorkelsson. Fundarstjóri, dómari, andmælendur og góðir gestir. Það er nú ekki á hverjum degi sem ég fæ að ávarpa svona stóran hóp af fólki. Og af því tilefni ætla ég að nýta þetta tækifæri til að fá fræður hluti sem skipta verulega miklu máli. Núna er föstudagskvöld og helgin að ganga í garð. Og ég efa það ekki að það séu þó nokkur hér inni sem ætla að gera sér glaðan dag. Þegar ungt fólk fyrir að skemmta sér, þá er það oft til með að hafa áfengi við hönd. Og þegar áfengi er við hönd, á unga fólki til með að sleppa á sér beislinu. En þar sem mannfólki gengur svona vanalega ekki með beisli, þá losnar oft beltið. Og þegar beltið losnar, þá á unga fólkið oft til með að gefa blómið sitt. Ég kann nú samt ekki að segja ykkur frá því, en það sem ég vil hins vegar segja ykkur frá hvernig á að nota getnaðarvarnir. Rétt. Þetta smokkur. Og í íslenskri orðabók stendur að smokkur sé a. Eitthvað sem smeygt yfir eitthvað annað. B. Bolur eða ermalur skyrta. Eða C. Prjónaður hólkur smeygt upp á úlið til skjóls. En D. Getnaðarvörn úr gúmmíi sem smeygt yfir lim karlmanns. Til að vera ekki með dónaskap ákvað ég að taka með mér þennan banana upp í pontu í stað alvöru karlmannslims. Það fyrsta sem ber að gera að kíkja á dagsetninguna. Nei, hve heppin við? Allt í goti hér. Svo ýtum við smokknum til hliðar í bréfinu. Opnum umbúðirnar. Tökum smokkinn úr bréfinu. Passa neklingasterkur, hún getur rifið hann. Og svo athugum við hvort að smokkurinn snúi rétt. Ef að smokkurinn eins og mexíkanskur hattur, þá snýr smokkurinn rétt. Hins vegar ef smokkurinn eins og pelatúrta, þá snýr hann öfugt.
gott er að blása í smokkinn til að snúa honum við. Ef það er loft fremst í smokkinum eru mikla líkur á að hann rifni í hamarganginum. Ég held með 2 fingrum tótuna, muna að halda fórhunni vel tilbaka og svo rúlla ég smokkinum niður getnaðarlimin. Vel og vandlega. Nú er smokkurinn kominn á og þá getur fjörið hafist. En öll eru nú ekki fullkomin og stundum er raki í leggöngum kvenna af skornum skammti. Þá er gott að nota þetta. Þetta er sleipiefni. Sleipiefni er gerviefni sem líka á eftir raka í leggöngum kvenna. Sleipiefni skal berast á innri kvenfæri kvenna, ytri kynfæri kvenna og einnig á lim karlmannsins. Til að sýna ykkur hversu vel sleipiefni virkar, get ég látið svona smá sleipiefni á og svo get ég sýnt ykkur hversu vel þetta virkar með því að láta sleipiefnið og liminn renna í gegnum þurrar lúkur mínar. Já, og á meðan ég sýni ykkur þetta, þá ætla ég að kynna fyrir ykkur ræðuleg fjölbrautaskólans við Ármúla. Frummælandi er Elín Ágústa Birgisdóttir. Meðmælandi er Eiður Sigurðsson. Stuðningsmaður er Dagur Sigurðsson. Og sjálf heitum við Kristín Benediktsdóttir er liðsstjóri og kynfræðslukennari ykkar hér í kvöld. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Fyrir einni viku þá hittust þessi 2 ræðurlið og ákveðu í sameiningu hvaða umræðinu myndum ræða hér í kvöld. Þegar FH-ingar stungum á bjartsýni þá fannst okkur það eiginlega ekkert spennandi, enda er bjartsýni eitt umræddasta og útjaskaðasta umræðefni Morfís sögunar og yfirleitt hafa menn haft sigur með því að vera á móti. Til dæmis í undanúrslitum Morfís 2001 þegar MH keppti við Versló. Verslingar voru á móti bjartsýni og stilltu þessu upp í svona klassíska miðjuskilgreiningu. Verslingar voru á móti bjartsýni. Bjartsýni og svartsýni voru skilgreind sem 2 öfgar. Annars vegar sjónarmið sem voru of jákvætt og hins vegar sjónarmið sem voru of neikvætt. Í miðjunni var svo raunsæi sem var kynnt sem hinn gullni meðalvegur. Það sem verslingar gerðu svo kæmskulega í þessari keppni var að spila inn á það að MH-ingar myndu einblína á hvað svartsýni væri slæm. MH-ingar gengu í gildruna og þá stóðu verslingar uppi með pálmann í höndunum og sagðu: Hei, strákar, við erum ekkert að verja svartsýni, við erum að mæla á móti bjartsýni og svartsýni, við mælum með raunsæi. Allar götur síðan hefur þessi skilgreining notið mikilla vinsælda í ræðukeppnum og vilja sumar morfískemur ganga svo langt að segja hún sé fullkomin. Eitthvað sem að virkar alltaf. Klassík. Þess vegna tókum við þessu umræðinni. Við erum komnir til að segja kjaftaði. Þessi skilgreining er bull og hefur alltaf verið bull. Þetta er sniðugt gildra en bara ef heitlið er nógu vitlaust til þess að gangi hérna og án alls hroka þá erum við bara alls ekki nógu vitlausir til þess að ganga í gömlu góðu miðjugildruna. Það er ekki svolítið að segja fyrsta morfískeppnin sem maður tekur þátt í. En þetta er önnur morfískeppnin. Það sem var svona mikið bull við þessa skilgreiningu verslinga var að samkvæmt henni er gengið út frá því að raunsæi sé millivegur á milli bjartsýni og svartsýni. Býtu, hvað steypa er það? Millivegur á milli bjartsýni og svartsýni ætti að vera eitthvað eins og grásýni eða hlutleysissýni. Því raunsæi á sér andstæðu sem er óraunsæi. Verslingar gáfu sér að draga mætti línu á milli andstæðna, þá lítur líka með að draga línu á milli raunsæis og óraunsæis. Hún myndi aldrei líta svona út, því þarna er raunsæi orðin millivegur með andstæðu sínar báðu megin við sig. En hvernig virkar þá samhengið á milli þessara tveggja ástæðna?
Jú, þeir skerast. Þetta hnitakerfi. Skiljið þið? Yndislegt. Á þessu nýja kerfi má setja lífsviðhorf í mismunandi hlutföll á milli raunsæis og bjartsýni. Það eru til 4 variantar. Menn annars vegar bjartsýnir eða svartsýnir og hins vegar raunsæir eða óraunsæir. Og hérna, í plus variantnum, viljum við meina sér best að vera. Bjartsýn og raunsæir. Ég vil að þið muni þetta með okkur því að F-áhengar eiga örugglega eftir að vera dálítið óljós með þetta. En mig grunar að þau eigi aðal eftir að vera á móti einhverju fáránlega mikilli bjartsýni. Einhverju öfgafullri óljósri bjartsýni sem veldur bara vonbrigðum og vitleysu. Mig grunar að þau muni reyna að gera bjartsýni að samnefnara fyrir óskhyggju, fljótfærni, fíflísku, ranghugmyndir, afneitun og bara almennt óraunsæi. Þetta viljum við stöðva hér í fæðingu. Við viljum fóstureyða þessum málflutning. Bjartsýni er nefnilega ekkert annað, þetta er jákvætt hugafar gagnvart lífinu. Ég vil líka fyrirbyggja allt að kreppan hafi skollið af vegna bjartsýni. Það var óraunsæi, óheiðarleiki, græðgi og meira óraunsæi sem olli henni. Ef andstæðingar mínir ætla að reyna að yfirfæra það vonleysi og þá reiði sem skapast yfir vegna hennar yfir á málstað okkar, þá vil ég biðja ykkur að vera árvökul fyrir slíkum brellum. Á þessum erfiðu tímum er bjartsýni ekki orsökin, heldur þvert á móti lausnin. Góðir gestir, raunsæi er ekki andstæðingur bjartsýni, heldur félagi. Hönd í hönd geta þið leitt okkur í átt á bjartari tíma og ef við bara gleymum öllum morfískildum og trikkum þá vitum við vel að bjartsýni er vinur okkar. Í blíðu jafnt sem stríðu kennir mann að líta á björtuhliðarnar og hafa trú á sjálfum sér. Það er komin tími til að leiðrétta þann misskilninga. Hún sé einhver óhjákvæmilegur fylgifiskur, óraunsæis og afneitunar. Og ef F-áhengar ætla bara að bjóða upp á endurtekið efni á endurunnin pappír, þá geta þær gleymt þessu og farið heim. Og góðir gestir. Áður en lengra haldið ætla ég að biðja kvenskenningum að koma hingað upp og setja allar það ræður sem fjalla svartsýni hingað í þennan ruslafall. Engar ræður, gott og vel, þá getum við bara að loka á svartsýnina og vera að manna ekkert meira hér í kvöld. Ég vil taka fram að við ármælingar erum ekki svartsýn. Við vonum það besta og erum jákvæð. Hins vegar erum við raunsæ. Við sjáum vandamálin eins og þeir eru og látum ekki blindast á bjartsýni. Ræðumenn í liði Kvennaskólans munu koma hingað upp í pontu, hver á fætur öðrum og hann komið í veg fyrir að við tölum raunsæi. Ég veit full vel að hverju Kvennaskólinn mun reyna það, því raunsæi er það sem slátrar málflutningi kvenskælinga hvernig sem hann liggur. Góða gestir, hvað dettur ykkur í hug þegar þið hugsa bjartsýni? Ég veit ekki ykkur en ég hugsa útrás bankana, Just for Kids, Eurovision og vanillukók. Byrjum til dæmis á útrás bankana. Bankana sem var í eigu bjartsýnu auðmannanna. Mennirnir sem byggðu spilaborgar á lánum. Vonist að hlutinni myndi bara reddast, en hvernig á hlutinni reddast ekki sitt og þeir ekkert að fara að reddast. Spilaborgin hrundi og hann hrundi yfir þjóðina. Hefðu útrásarvíkingarnir verið raunsæ, það hefði skaði hinnar alþjóðlegu fjármálakreppu hér á Íslandi verið mun minni. Það er kannski ekki tilviljun að Edvard Kemp, einn þekktasti hagfræðingur Bretlandseyja, sagði í Financial Times að hægt var að lýsa útrás íslensku bankana í einu orði. Bjartsýni. Þetta var ekkert nema bjartsýni sem kom okkur í þennan skít, þannig ekki dirfast en að ljóða því að fundargestum að bjartsýni sem leið okkur út úr þessu öllu saman. Þetta reddast, bara að segja kvenskælingar, en ég get sagt á móti, ef þetta á reddast, þá er bjartsýni það síðasta sem við þurfum að halda. Ef vilji okkar er að ná árangri, verðum við að hafa alla hluti á kristaltæru. Við verðum að sjá bæði kostina og gallana. Þeir sem eru bjartsýnir tala ekkert í göllunum og bæta sig því ekki. Þeir vaða bara áfram og vona það besta. Við verðum að geta séð dökkur hérna til að ná árangri. Við verðum að vita hvað getur farið úrskeiðis sem við ætlum að ná okkar markmiðum. Fólk sem þjáist á sjúkdómum og er jafnvel dauðvona. Á það að vera bjartsýnt. Á maður sem liggur á spítala með krabbamein að sleppa því að gera erfðaskrá. Á hann að sleppa því að tjá konunum sinni að hann elski hann og muni alltaf að gera. Á hann bara að liggja, bíða með bros og vör og vona að hlutinni reddist bara. Hann getur vonað eins og hann vill en hann verður að vera raunsær. Von, trú og óskir tengjast ekki einungis bjartsýni.
Þetta eru hins vegar hluti sem fara vel með raunsæi og skynsemi, en bjartsýni gerir það ekki. Bjartsýni og heimska haldast í hendur. Bjartsýni til dæmis það sem eigendur leikbæjar voru blindar af þegar opnuðu stærstu leikfangaverslun í Evrópu. Ég vil samt taka það fram áður en að Kvennaskólinn fyrir hamförum í vitleysugangi að bæði bjartsýni og svartsýni átökun á raunveruleikanum. Vissulega getur verið gaman að horfa björtum augum fram á veginn og vona það besta, en ef þú ætlar að vona það besta, verður einnig að geta ímyndað þér það versta. Hvað allt fyrir illa? Hvað ætlar þú þá að gera? Hugsið ykkur að sumt fólk í sögunni hefði beitt meiri rökhugsun og minni vitleysu. Tekið meiri vítamín og minna kókaín, þá getum við mögulega hafa forðað okkur frá ýmsum hörmulegum atburðum. Titanic. Ósökkvanlega skipið. Ósökkvanlega skipið sem var sökk í apríl 1912. Skipinu sem var siglt af fullum krafti gegn Ísjakasvæði. Af hverju? Af því að áhöfnin trúðu því sem bjartsýnu hönnuðirnir hefðu sagt. Skipið er ósökkvanlegt. Ósökkvanlegt? Segðu þeim 1517 sem létust og fjölskyldu þeirra að skipið sé ósökkvanlegt. Ósökkvanlegt líkt á þjóðarskúta Íslendinga. Það var allt í besta lagi fyrir örfáum vikum. Bankarnir standa vel að víu var okkur sagt. En langskip útrásvíkingarna sökk og bjartsýnismenn höfðu ekkert fyrir því að hafa björgunarbát borð. Nú er það hins vegar þjóðarskúta Íslendinga sem dregur bjartsýnismennum borð og skapast mikið fyrir vikið. Við megum ekki sigla svona hratt í gegnum öldudalinn. Við verðum að hafa skynsemi og raunsæi í fyrirrúmi. Við verðum að læra þeim mistökum sem bjartsýnin var, og mun alltaf vera. Dömum mínur og herrar, við munum ekki sitja undir neinni morfís vitleysu hér í kvöld, svo við vonum að gestir inni þurfa ekki líða fyrir útursnúninga eða munnorðaleggingar af hálfu Kvennaskólans. Kvennaskólinn þarf að sýna fram á að bjartsýnin sé alltaf góð. Aldrei slæm, bara góð. Þetta reddast, hvernig er að segja? Við segjum já, þetta kann að reddast. Svo lengi sem bjartsýni kemur ekki við sögu. Já! Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég þarf að játa svolítið fyrir ykkur. Ég er ástfanginn. Og ég veit alveg hvað þið eruð að hugsa. Hann er bara í ræðukeppni. Hann er ekkert ástfanginn í alvöru. En jú, ég er ástfanginn í alvöru. Sú manneskja á hug minn og hjarta. Hún er falleg, hún er klár, góðhjörtuð og skemmtileg. Hún er gyðja og ég elska hann. Þessi manneskja heitir Berglind Drífa og er í 3. tíð. Ég vil biðja áhorfendur að vera ekki að hlæja að tilfinningum mínum í garð Berglindar. Það eru ósögn. En hvað get ég gert? Með hvaða hugarfari næ ég í þennan verðmæta hrein? Ég velti fyrir mér hver sé gullna leið út úr þessari krísu og vinn í þessa skvísu. Ég kom í veikvöld því ég trúi því að bjartsýni sé vegur. Berglind, hæ, ég sé þig, þú sé mig, ef við kannski að kíkja og prikja eftir keppni og bara sjá hvað gerist. Og ef ekki, þá er það líka kúl, bara hvað sem þú veist. Þetta var ekki svo galið. Ég reyndi allavega og það er það sem skiptir svo miklu máli. Maður verður að þora til þess að skora. Ég vil frekar taka raunhæfa áhættu og bræða stundum en að lifa í stöðugri eftirsjá. Það er ekkert líf. Að lifa lífin í skynsemi en dirfsku og áræðni. Það er það sem við mælum með. F-áingar eru hins vegar að mæla á móti fyrir vitleysu. Þeir eru að mæla á móti því að ég fari upp á Berglindi, biður að giftast mér og flytji inn til mér. Það er óraunsæi, vitleysa og ekkert tengt umræðum. Þeir eiga að vera að mæla á móti bjartsýni en eru bara að mæla með raunsæi. Það er gott að blessa að mæla með raunsæi, en ef það er að mæla á móti bjartsýni, verður líka að mæla á móti bjartsýni. Þið hljótið að sjá, þau eru bara að reyna að svindla. Við sömdum ekkert þetta. Það er ljótt. Það er svindla. Elinsson var fylgjandi jákvæðni. Það er í sammáli. Ég er líka fylgjandi jákvæðni. Og það vill svo skemmtilega til að bjartsýni er einfaldlega jákvæðni gagnvart framtíðinni. Elín sagði að bjartsýni var heimskuleg. Nei, heimskuleg bjartsýni er heimskuleg. Alveg svo fólk er ekki heimsk, en heimskt fólk er heimskt. Elín sagði að raunsæi myndi slátra málstofar. Býtu, varst þú ekkert að hlusta á Bjössa? Svo strax tókstu dæmi kreppu. Ég endurtek, varst þú ekkert að hlusta á Bjössa? Þú mætti halda að Elín var með fyrirfram skrifaða ræður. Elín talaði hversu sterkt efnahagsástand Íslands væri. Ég er sammála. Ástandið er skelfilegt.
En það ekki Bjartsýn að kenna. Það var óraunsæi bankamann að kenna, sinnuleysi stjórnvalda að kenna og meðvirkni fjölmiðlamann að kenna. Og þó að þeir hafa verið bjartsýnir á meðan, þá breytir það því ekki að bjartsýnir í eðli sínu góður, mannlegur eiginleikur. Elín, viltu ekki bara líka voru með því gráðarum af því að Lárus Völding er gráður? Elín sagðist vera mitt á milli svart og bjartsýn. Ok, hvernig var í persóna sem liðist okkar þessu? Hún er rosalega melló og hlutlaus, vonaði aldrei neitt og byggist aldrei við neinu. Og er þetta raunsær einstaklingur? Varla. Elín talaði eins og bjartsýni var í öfgafull ástæða og allir ættu bara að vera raunsær. Ég er sammála því að það er gott að vera raunsær, en það er líka gott að vera bjartsýn. En best að þó að blanda þessu saman, vera bæði bjartsýn og raunsær. Elín hélt í fram að bjartsýn fólk gerði bara ráð fyrir að hlutinni farið vel. Hversu takmarkað hugsunarmynstur ert þú eiginlega með? Af hverju heldur það sé hægt að vera raunsær en bjartsýn í senn? Af hverju í andskotanum fara þessi hugtök ekki saman í þínu einlitu döpru bók? Elín lofsamlega raunsæi, gott hjá þér. En maður má ekki bara vera blindur fyrir öllu því sem er ánægilegt og árangursríkt í lífinu, vegna þess að maður einblínir á eitt slíkan eiginleika. Víkkaðu sjóðunarríkin, drekktu inn bráðgóða kokteil raunsæis og bjartsýnis sem við kvenskjælingar dreipum á í fárverði raunveruleikans. Berglind, ég veit hann kannski pínu sjokk að ég afhjúpi tilfinningar mína. Hér, núna, á okkur ræðikend. En ég vildi bara vera bjartsýn og láta vaða. Og ef það virkar ekki og þú hafnar mér, þá get ég alltaf sagt að ég hafa bara verið að grína. Á endanum er það betra að lifa og klúðra, en að klúðra því að lifa. Fundarstjóri, dómarar, andmænendur og góðir gestir. Samkvæmt íslenskri orðabók er skilgreiningin á bjartsýni svo sem telur allt muni fara vel. Í íslenskri orðabók stendur einnig að sá sem er raunsær líti á hlutina eins og er í raun og veru. Hlutlægni hugsun og athöfn. Viktor, ef þú ætlar að koma eitthvað upp á eftir mér og segja bjartsýni er samleið með raunsæri, legg ég til að þú snáir hérna út með þessa bók og útkjáir þetta við hana. Því það kom enginn hingað til að hlusta á Kvennaskólann, ljúga upp í opið geðið á. Okkar málflutningur hér í kvöld er sára einfaldur. Við erum á móti bjartsýni því að bjartsýni er afbökuð sína raunveruleikanum. Saman hversu kvennskælingar ætla hann að flækja umræðunni hér í kvöld, þá er það ekki flókið. Kvennskælingar þurfa að mæla með því að allir ætti að sýna í allri ákvarðatöku sinni bjartsýni og þurfa að koma helviti góð rök fyrir því. Á flugstjórinn að sína bjartsýni þegar flugvél hans stefnir inn í storminn og á heilaskurðlæknirinn að sína bjartsýni þegar hann þarf að meta eigin þreytu fyrir 20 tíma aðgerð. Svarið þessu. Kvennskælingar. Bjartsýni er ekki eins fallegt og ljóðrænt hugtak eins og kvennskælingar munum álega fyrir í kvöld. Kvennaskólinn skal ekki dirfast halda því fram að sjálfstæðisbaráttu Íslendinga hafi verið knúin áfram af bjartsýni. Sjálfstæðisbaráttu Íslendinga barátta sem skynsamir, raunhæfir menn háðu því að þau töldu að íslenska þjóðin myndi dafna betur undir eigin stjórn. Sjálfstæðisbaráttan var ekki bara eitthvað bjartsýnisflýtt, heldur barátta sem tók mörg ár, þar sem allir möguleikar voru teknir fyrir, hvort sem voru góðir eða slæmir. Já, lífið virðist alveg vera flott og kúl gegnum bjartsýn augu. En það á bara engan skoður raunveruleikar. Og því lengur sem þú ert bjartsýnn, því lengra mynd þú sökkvinni þannig gerfi heim og því erfiðar að verða þegar þú kemur úr honum. Baldur sagði okkur liði betur með bjartsýnu hugafæri. Þeir myndu eflaust líða vel Baldur eftir vænan skammt af morfíni en hvern allir tilfinningin sé þegar víman hættir að virka. Raunsætt fólk á meiri líkur á því að líða vel þegar það sé dökkur hliðar í lífinu og hefur það meiri rétt að sýna á veruleikanum. En líður bjartsýnu fólki betur? Baldur sagði líka að þeir þurftu að nota bjartsýni til að ná hitlum kvenþjóðarinnar. Þetta er bara kjaftæði, þeir eru bara það þarf bara að beita raunsæi. Ljótir strákar eins og þið þurftu bara að finna jafn fljóta stelpur. Munið svo nota smokking sem getur hindrað fjölgunni fljótt sportflúði. Björn sagði að kreppan var vegna óraunsæis. Já, kreppan var vegna óraunsæis. Er ekki óraunsænt að vera bjartsýn? Segðu mér Björn, hvernig getur verið óraunsætt að horfa aðeins á kostina og ekki sig gallana? Björn sagði að við myndum bara að tala öfgabjartsýni. Bjartsýni er öfgastefna.
bjartsýni ekkert nema öfgar. Björn sagði að bjartsýni væri náskyld hugtakinu jákvæðni og ekki væri hægt að hugsa bjartsýni án þess að jákvæðni komið þarna við. Hugtökin eiga samleið en þeir verða að skilja munið þar sem skilur það jákvæða og aðeilin horfir frekar á björtuleganar en það slæmi. En svo bjartsýni sér aðeins það björtu. Góðir gestir. Sagt er að það sé samasemmerki og milli velgengni og bjartsýni. En er það bjartsýni að þakka? Hversu margir græða virkilega á því að vera bjartsýnir? Og hversu margir eru bjartsýnir? En þetta kannski bara heppni? Og til að afsanna það þarf kvennaskólinn að koma eitthvað upp og sanna að þessi samasemmerki og milli velgengnis og bjartsýnis. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég vil að þið komið með mér inn í kjarna umræðinsins. Hættum að vaða í grunnum pollum yfirborðskenndar og dembum okkur í djúpulegina. Þennan kjarna til ég mig geta fangað í einni einfaldri fullyrðingu. Bjartsýni er góður mannlegur eiginleiki. Sama hvað andstæðingar mínir hjakkast á yfirborðinu, þá sér aldrei á þessum kjarna. Hann haggast ekki. Litur af mannlegra tilveru er stórfengleg. Lífið er eins og málverk og tilfinningar okkar eins og málningin sem við slettum út á hverjum degi með aðgerðum okkar. Hugsanir okkar er eins og pensillinn sem strýkur litur og tilfinningar okkar á striga lífsins. Við kjósum litina. Við erum öll málarar að mála sama málverkið og við viljum að litinni séu bjartir, fallegir og hlýir. Ekki dökkir, hrjúfir og kaldir. Ef hugsunin er dökk, verður tilfinningin dökk og málverkið ljótt. Bjartsýni er nefnilega ekki bara spurningum hvernig þú álítir að hlutinni verði. Nei, bjartsýni er hugarfar sem hefur áhrif á gjörðir sem ákvarða hvernig hlutinir verða. Hinn bjartsýni maður finnur sér leiðir til að bjarga því sem bjarga verður og sjá hið bjarta í framtíðinni. Við gefumst ekki upp þegar við mætum áskorunum, við finnum lausnir og við höldum áfram. Bjartsýnin er mikilvægur drifkraftur allra afreka. Íþróttamenn, tónlistarsnillingar og uppfinningamenn eru bjartsýnir einstaklingar. Til þess að virkilega ná árangri verður maður að setja sér háleit markmið. Vissulega tekst maður ekki alltaf ætlunarverk sitt ef maður er bjartsýn. En sé maður raunsær er maður viðbúinn þeim möguleika og snýr sér að næsta takmarki með sömu bjartsýni í farteskinu. Það er hins vegar mjög mannlegt og eðlilegt ástand að geta ekki verið bjartsýn þegar erfiðleikar steðja að. Við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því. En það þýðir ekki að það sé góð eða hentug leið til að lifa lífinu. Það er auðvelt að fyllast vonleysi þegar erfiðleikar steðja að. En ef við getum horft á björtuhliðina, ef við getum átt von, þá hljótum við alltaf að velja þann kost. Því hvað er slæmt við að vera bjartsýn á erfiðum tímum? Hvað er slæmt við von og jákvætt hugarfar umfram vonleysi og uppgjöf? Dagur, ég krefst þess á svarið í næstu ræðu og geri það með því að tala á móti bjartsýni, ekki óraunsæi, rökleysu og ranghugmyndum. Elín talaði um að ná árangri. Elín, hvernig ætlar að ná árangri að þess að sjá hann fyrir þér í huganum, bara svona fyrir tilviljun? Eiður spurði hvort bjartsýnum líður betur. Samkvæmt sálfræðilegum rannsóknum John Barefoot, já, og þeir lifa líka meðaltalið 20% lengur, gaman segja því. Elín talaði um að bjartsýni ætti sögu á Titanic sög. Var það ekki ísjaki, Elín? Það var líka upptekinn að fylgjast með leiksögum Leonardo DiCaprio til að fylgjast með hræðilega bjartsýnisskrimslinu. Eiður vildi meina að bjartsýni kemur fólki í erfiðleika. Eiður, bjartsýni kemur fólki úr erfiðleikum með því að sýna því lausnir og hvetja til dáða. Lífið er uppfullt á erfiðleikum og það er ekki bjartsýni að kenna. Elín tók dæmi deyjandi mann. Ég fyrir líka til með honum, en bjartsýni blindar hann ekki fyrir staðreyndunum, heldur ranghugmyndir og afneitun. Elín sagði að bjartsýni og von gæti ekki haldist í hendur. Ertu að grínast? Nei, alveg, ertu að grínast? Eiður kom með elstu morfískleysu sögunar, orðabók upp í pontið og hélt áfram að tala eins og verðum móti raunsæi. Flottur. Eiður, heilaskurlæknirinn, flugsturinn og allir vinir þínu eiga tileinka sér fagmennsku, raunsæi og já, bjartsýni. Eiður talaði um að taka alla möguleika til greina. Já, við viljum taka alla möguleika til greina og vera bjartsýnir þegar við tökum það til greina. Eiður sagði að bjartsýnir var ekki búin undir áföll. Bjartsýnir vita alveg að þeim möguleika og gera þessi geta til að koma í veg fyrir þau, en þeir eigið ekki óþarfa tími leggjast í volæði með það sem gæti hugsanlega gerst. Þessi hugsun kallast andlegt heilbrigði. Góðir gestir, þegar allt kemur til alls er bjartsýni ekkert annað en jákvætt hugarfar, metnaður og von. Við viljum öll mála striga lífsins björtum litum og leggja okkar að mörkum til að gera málverki fallegra. Stundum slettast liturinn út fyrir og það er alveg eðlilegt.
Við látum það ekki á okkur fá, grípum létt í terpentínu og höldum síðan áfram að mála. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir í sal. Ég heiti Dagur og ég hata Eurovision. Keppni sem haldin á hverju einasta ári og lélegri tónlist lyft upp á háa stað. Á hverju einasta ári finnst íslenska þjóðin bjartsýni. Nú okkar öðru númeru síðan og bara til þess að verða fyrir vonbrigðum. Eina mestu fylgningu bjartsýnar eru vonbrigði sem til að koma í kjölfarið af bjartsýni. Eflaust hafa allir inni orðið fyrir vonbrigðum. Lífið ekki alltaf vindislegt og alltaf einhverjir hlutir sem hefðum að fara betur. Ég hef oft orðið fyrir vonbrigðum, andmælendur mínir hafa pottþétt orðið fyrir vonbrigðum og jafnvel einstaka myndalegi dómarar okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum. Vonbrigði geta birst okkur í ýmsum myndum. Til dæmis að fara út á vídeóleik og myndir sem við okkar sjá ekki inni. Eða stelpa sem ætla að horfa hana með þér svarar ekki símanum. Jú, eða vonbrigði sem íslenska þjóðin er að upplifa núna. Ríku og kláru útrásalínur okkar sem voru að gera svo gott fyrir þjóðina en létu síðan skuldabyrðina falla á okkur. Eru þessir menn hetjur ykkar augum núna? Eru þið með plakkatar Hannesins Bárusnum á vekkjum með? Reifa eða stórlega. Og ég hef stótt pennakonun að nefna ykkur 100 mannskir hér í kvöld sem myndu góðsa bjartsýni, það eru til 1000 móti þar sem bjartsýni hefur eyðilagt líf manna. Adolf Hitler. Lindaður á bjartsýni til það getur stjórnað allir Evrópu. Þýska þjóðin var bjartsýni á betri tíma með Adolf Hitler í stjórnunin en 20 milljónum manna létust bjartsýni að kenna. Talandi 20 milljónum. Gummi í byrginu dróða sér 20 milljónum að rekstur byrgisinn og að bjartsýni á ekki myndi fattast. En blindaður á bjartsýni fór hann að hjarta á konum sem hafa verið villubegar í lífum. Bjartsýni eins og eiturlyfjum. Gefur þér góða fíling og blokkar raunveruleikann en þá er raunveruleikann svo miklu erfið að takast á við eftir það. Guðmundavinur okkar í byrginu þar að dúða í fangis í 3 ár fyrir að nota eisnahandjálf með fórnælum sínum og það er ekki nóg að dæma í kjálskamónu. Það borgar sig að vera bjartsýni eða ekki. Fleiri bjartsýnismenn. Geir Ólafs. Eigendur stóð sitt í og ræður við Kvennaskólans í Reykjavík sem ætti að virkilega að reyna að mæla með bjartsýni. Allt menn blindara bjartsýni með leitt á villu vega. Viktor kom upp í pontu, opnaði munnin og ég hugsaði mér, vá, þessi gæi er fullur af skít. Áttu sagði okkur liði vel en það var bjartsýni. Sumir fólki finnst líka gott að láta flengja sig með leðurbíst í brjáluðu bita selvkynninni og því að allt geta líða betur þannig. Bjartsýnn flók einnig bara á einfalt á einfallega á allt það góða og aðeins það góða. Að bjartsýnn sem drepur í umferðinni. Æ, það er ekki lögga hérna. Ég get alveg kert á milljón! Hérna, ég kerti væri alveg gæli náðan. Hvað í andskotanum er þið að segja? Við ruggli hugtum svo mikið saman að myndi halda að vera púsla. Ég greinir að vera bjartsýn eftir að hitta ykkur fyrst. Veruleg vonbrigði, strákar, veruleg vonbrigði. Bjartsýn. Nei, það er ekki hægt að vera raunsar og bjartsýn á saman tíma. Ekki vera kjáni, fyrir kjáni. Viktor sagði að vera raunsætt að vera bjartsýn. Við erum búin að bjóða ykkur orðabókina, ef þið takið ekki við henni, munum við róta ykkur með henni. Góðir gestir. Bjartsýnt fólk er að flýja raunveruleikann. Það sé bara ljósið og labba fram með sluggan. Ef þú hleypur frá raunveruleikanum, þá eftir hann því uppi. Þú getur falið frá raunveruleikanum, en leið að hann finnir þig, þá er gaman úti. Ekki vera kjánar, ekki vera bjartsýn. Lifið lífið eins og það er, þá er þið síður fyrir vonbrigðum.
Dagur talaði í 3 mínútur og 53 sekúndur. Nú tekið stutt hlé, ég ætla að biðja ykkur samt að hinkra þannig dómarar og keppendur ganga út í salinn. Nei.